Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og það er komið að síðasta viðmælenda kvöldsins sem var að sjálfsögðu svo þægur og góður og skemmtilegu maður að nenna að bíða eftir mér að halda sér vakandi. Það er Kjartan Gunnar Jónsson, hestamaður, komdu margblessaður og sæll. Já, komdu blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég hef það bara mjög gott. Já, það hefur verið væntanlega mikil gleði, það ekki uppsveitadeildinni núna? Jú, hún er loksins byrjuð aftur. Já, og tókst bara mjög vel fram. Þetta, já, uppsveitadeildin, það er nú ekkert langt síðan að þessi deild fór að staði það nokkuð. Nei, en þetta er, maður minnir að þetta er sjötta sinn sem hún er. Og hún hefur alltaf verið að bæta sig og eins og núna hefur orðin 8 lið sem keppa í þessu. Já. Og alls hefur það 36 snapar og 24 sem keppa einu eða 3 frá hverju liði, sko. Þannig að það er orðið svona hressileg, bæting þarna. Já, og eins og maður sá síðast af þessu það er mikið af góðum knöpum og mikið af góðum hestum, hestakosti í uppflytinni. Og já, þarna er það ekki sama konir, er það ekki, já, nokkur reynslu miklir knapar ásand, er það ekki bara ungum og efnilegum sem er að stíga sem fyrstu skref? Jú, það er mikið af fólki úr sveitinni bara á skeiðunum og uppflytunum og svo er svona keppnisvanir eins og Arnar Bjarki var að keppa og Bjarni Bjarna og Sóla Mortens. Það er svona að vita, er ekki alveg að stíga fyrsta skipti í keppnina. Nei, náttúrulega. En já, svona, ef við förum aðeins í bara keppnina sjálfa, þá voru það ekki, já, verður ekki 36 knapar sem eru skráður hérna til leiks? Já, 30 sem eru skráður í alla keppna heildina, það er 24 sem keppa í hverju grein fyrir sig, eins og núna síðast að fjórgangur. Já. Og 24 knapar sem keppa, sko. Já. Og þarna var keppt í fjórgangi og fyrir þá sem ekki þekkja til að það kannski byrjuð því að útskýra. Hvað er fjórgangur? Fjórgangur, þá er keppt á hesti sem er í 4 gangtegundum. Það er tölt og brokk og fet og stökk og svo er sem maður segir fegur og tölt eða yfirferða tölt. Og þetta gefur nákvæmlega einhver fyrir hverja gangtegund og 10 efstu komast í þess úrslit, A og B úrslit. Já, þannig að úr þessum 24 manna hópi sem taka þarna þátt að, já, þá er aðeins 10 sem komast í úrslitin sjálf. Já. Þannig að það er væntanlega ekkert auðveldast í heimi, já, fyrir svona sem er að dæma svona móta velja úr því. Nei, það er ekki, þetta er svo, maður sá á síðasta fyrstudag, það voru mikið af góðum hestum og dómarnir voru mjög sanngjarnir og samstíga í einhvern gjöfum og þeir 10 bestu sem voru hérna í bæði A og B úrslitum, þeir áttu það vissulega skilið, sko. Já. En í úrslitunum sjálfum að, já, hver svona sló mest í gegn þarna? Það var mjög erfitt að sjá á milli þessara hesta, sko. Það er, hún Sigurbára Björnsdóttir frá Vorsabæ, hún kom neðst inn í B-úrslit og hún ríður svo upp í A-úrslitinu á Blossa frá Vorsabæ. Já. Og það er hestur sem bæti sig alltaf með hverju sem hvað hittna meira hesturinn. Já, menn hann er svona, já, sem hitta vel upp og svo bara, já, ef maður slettir hann, save the best for the last. Já, hann má segja það. En hún eins og ég segi, hún reið sig þarna upp í A-úrslitinu og það er alltaf voru topp hestar eins og Arnar Bjarki og Almen Glæsi var Torranesi og Bjarni Bjarnason og nokka var Þórisson sem búin að vera mjög góð með. Hulda Finnsdóttir var með Hrísey sem að kæristinn hennar var með í meistaradeildinni daginn í gæðingafiminni. Já. Og þetta er allt mjög góði hestar. Já. Já, þetta eru, já, kannski ef við förum út í úrslitin sjálf að, já, svona sigurveri úr fjórganginum þarna, það var hver Arnar Bjarki það ekki? Nei. Jú, Arnar Bjarki Sigursson á Glæsi og Torranesi. En það munaði ekki mikið á einhvernum þarna frá fyrsta og öðru sæti og niður? Nei, það er sko fyrst og annað sæti, það munar 0,3 komum, sko. Já. Arnar Bjarki með 7,03 og Bjarni Bjarnason var í öðru sæti með 7 sletta. Þannig var mjög nöytt þarna á liðunum á þessum teimum knöpum, sko.
og það var bara undir að síðasta atriði eftir hann einhvern veginn fyrir yfirferðartölti eða fegurtölti sem að gerði upp úr milli þeirra, sko. En svo er þetta náttúrulega liðakeppni líka og já, kannski það eru, hvað eru margir í hverju liði þarna? Það eru sko 4 til 5 sem er skráður í hverju liði, sko, en í þessu topp 10, sko, þá eru þeir, það er Arnar Bjarki Sigurðsson og Sólu Mortis, þeir eru saman liði. Og svo er Árni Oddbjörg, hún var í 10. sæti og hún er í liði með þeim. Já. Sem heitir Hrossægi Sunnukól og þetta eru mikið liði sem bara heita eftir styrktaraðilum. Já. Það er svo Arjón Banki og Landstorpi og Þóri Sjöfnar og svoleiðis. Já. En svo er eitthvað, já, liði þarna sem heitir Gamli og Guttarnir. Já. Það er hérna, það eru bræðinir Finnur og bróðir hans og man ekki alveg hver með þeim í liðinu. Þetta er mjög sniðugt nafn. Og hérna mjög keppnisreyndir allir í því liði, sko. En hvað verður þetta marga keppnir þarna? Er þetta, já, fer þetta alveg upp í 4 keppnir eða? Já, það er núna 4 gangur og svo núna í mars er 5 gangur. Það bætir skeiði við þessa, þá er það 12 brokk, fett, stökk og skeið. Og svo er það slagtaumatöld og skeið keppni og svo er enda á töld keppni. Já, svona þú sem hestamaður og hestamaður sjálf, hvað finnst þér skemmtilegast að horfa á af þessum öllum keppni sem er alltaf í boði? Áttu þér eitthvað uppáhald? Það er alltaf gott að sjá flotta fimmgangara, þeir sem keppa í fimmgangi, en líka það er rosalega gaman að horfa á góða töltara, eða töltara mjúka og góða og flotta sýningu. Já. En svona frá því að þú, já, manst eftir svona yngri árum og núna finnst þér, já, svona hestamennskan hérna á Suðurlandi, finnst þér þetta búið að taka mikla aukningu? Nú er þetta náttúrulega orðin svo mikil vetraíþrótt líka. Jú, þetta er það. Og þetta er rosalega bæting og aukning í bæði hestakostum og knöpum hérna á Suðurlandi, finnst mér. Þetta er farin að vera svo rosalega góðir einstaklingar sem er að keppa á góðum hestum og vel ættuðum og það er undantekning ef maður sér eitthvað slæma sýningu og þá er það bæði knapp og hest eða ná ekki alveg saman, en það er bara mjög sjálft sem maður sér eitthvað svona slæma sýningu. Og nú er þetta náttúrulega orðið svo mikið boðið að, já, eins og bara með uppsveitadeildina og, já, nýja áhugamannadeildin þarna í Reykjavík að, já, það má segja að þarna geta ungi knappar og, já, gamli reynsluboltar komið þarna aftur inn og, já, sýnt og sanna að það er tilhellingur inni. Jú, það er alveg rétt og eins og að uppsveitadeildin er mjög góð og stendur fyrir sínu hjá okkur. Svo líka eins áhugamannadeildin í bænum, ég er búin að fara á eina keppni þar og það er mjög gaman að sjá það hvað er mikið af góðu knöpum sem keppa þar. Og í þeirri deild þá, sko, er það bara áhugamenn sem eiga að keppa en eru undir sjálfara eru vanir keppnismenn. Og, já, svo verður heldur betur veislan á fimmtudaginn í, já, má ekki segja svona stærsta vetradeildin síðan meistaradeildin sem er í Fákaseli? Jú, það má segja það. Og það er bara núna næsta fimmtudag, þá er 5-gangurinn og það hlýtur að vera, já, eitthvað mjög fínt fyrir augað. Já, það er mikið spennandi og góður hrósum þar. Og það kemur vonandi út bara áslýs á morgun fyrir það og þegar maður sér hvað keppendur ætti að mæta með þess. En það er rosalega mikið að sterkur 5-gangurum, sko, í svona meistaradeild. Já, þannig að en svona eins og að fara á 5-ganga, það náttúrulega þarna sérðu allar ganga sem þú vilt. Já, þarna sérðu allar gangtegundir sem Íslands síðastunum býr yfir. En það hlýtur þá að reyna svakalega mikið á knapa og, já, hestin þegar keppt í þessu. Jú, þú verður náttúrulega að vera með alveg helst bara mjög góður og stabílan hest til að geta gengið frá öllum gangtegundum góðum, sko. En sumir náttúrulega eru að fara með 5-gangar sem eru kannski betri í skeiði heldur brokki út að
vægir tvisvar sinnum einhvern veginn fyrir skeiðið og tölti sko og móti einu sinni í hínugöng En það allan að fullt framundan og það hægt að skoða svo mikið og svo mikið í boði að þú getur farið eiginlega hvert að land sem núna yfir vetrartíman eða sumartíma, það eru fólaldarsýningar, það eru temningarsýningar og í öllum reiðhöllum alltaf eitthvað í gangi. Jú, það alltaf, þetta voru mikil gróska í hestasöndfælunni í dag og allir að bjóða fram fyrirlestra og sýningar og keppnir og þetta orðið ekkert minna bara, þetta orðið heilsar sport bara sko. Það bara til eins betra. Ef ég kem svona rétt svona í lokin að þér, hvernig stendur að því að þú ert svona mikið í hestamennskunni, fékkstu áhuga þá bara ungur aldrei í því eða? Já, maður ólst alltaf upp við að nota hestin til smala kindum og svo bara með þeim að þróskast meira fórum að bæla meira í gangi og svoleiðis og svo fór maður erlendis fór að vinna við þetta og þá fekk maður fyrir alvöru delluna sko fyrir þessu. Já. Svo mjög erfitt að fara úr það aftur. Já. Þannig að í rauninni þú alltaf eins og að vetratíman og þá alltaf með ykkur að hesta á skeifum. Alltaf. Þannig að það nú að snúast. Já, það. Já. Kjartan Gunnar, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við munum sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með, það verður nóg framundan og þú ætlaði væntanlega það ekki bara að fimmtudaginn á meistaradeildina næst? Jú, það ætla ég. Já, 5 gangurinn? Já. Eitthvað sérstakur sem þú býður spenntastur eftir að fara að sjá þarna? Eitthvað sem tengist þér eða eitthvað svoleiðis? Já, það mér finnst alltaf gaman að sjá hvað Siggi Matt kemur með. En svo veit ég líka, hann Reynir Örn Pálmarsson kemur með greifa sinn hérna og hann alltaf öruggur og skemmtilegur hestur að horfa á. Já. Þannig að það verður fyrir og þú náttúrulega spáir í þessu þú einn annan sem var í spjalli mitt hjá mér fyrir einhver ári síðan sem hann bara límdur og kann allar enganir utan að. Já, það hann útrúlegur sá. Já, þannig að það erfitt að hafa svona prófaliðin á sér eða ekki? Já, en samt að maður fann að læra líka, þannig að maður getur aðeins fara að setja onni við hann með. Já, nákvæmlega. Kjartan Gunnar Jónsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og endilega allir að kíkja á meistaradeildina og svo úrslitadeildin, hún núna aftur í mars og það keppnin mitt í 5 gangi. Já. Bestu þakkir. Takk sem leiðis. Þessar. Já, þáttur kvöldsins verður ekki lengra sinni, ég þakka ykkur kærlega fyrir hlustununa, enda komið fram við miðnætti, ég sagði að ég myndi hægt miðnætti en auðvitað það bara þannig að við tökum á sportinu allan daginn og allt kvöldið, en náttúrulega eins og ég búin að koma ráður fram á og það náttúrulega Coca-Cola bikarinn í handbolta svona helsta næstu helgi, 5. daginn að sjálfsögðu 5 gangur í meistaradeildinni í hestaíþróttum og það fullt framundan úrslitakeppnin í íshokkí, einstaklingskeppni í keilu og við erum búin að fara víða við hérna í sportþættinum í kvöld en svo að sjálfsögðu meistaradeildi Evrópu í knattspyrnu núna í þessari viku og hvetja með alla til þess að fylgjast með því. En ég heiti Gestur Hæli, ég þakka ykkur fyrir hlustunum í kvöld, við heyrumst hress og kátt eftir viku, það verður nóg að taka þá enda sprengfulli sportþættir hérna alltaf og fyrir þá sem mistu að við tölum úr þætti kvöldsins, þið getið farið inn á suðurlandfm.is strax í fyrramálið. Verið sæl og njóti vikunnar og hafið stilt á Suðurland FM. Síðast ekki síst, þið eru frábær.